Jón Gunnar Benjamínsson lenti í alvarlegu bílslysi árið 2007 sem var til þess að hann fékk mænuskaða og er hann nú í hjólastól. Árið 2010 stofnaði Jón fyrirtækið Iceland Unlimited en það sérhæfir sig í því að aðstoða fatlaða ferðamenn að ferðast Ísland. Við hittum Jón og ræddum við hann ferðaþjónustuna og hvernig sú hugmynd kom til. Iceland Unlimited byrjaði sem lítil hugmynd í ferð sem ég fór yfir hálendið 2009 sem var eftir að ég fekk styrk frá 66 gráður norður til þess sem hét held ég styrkur til góðra verka og þá ákvað ég að fara að kanna sem sagt aðgengi að ferðamannastöðum á hálendinu og árið eftir að ég fór þessa ferð þá byrjaði ég að vinna að þessu sem sagt að stofna þetta fyrirtæki. Ég átti lítið hlut í ferðaþjónustu fyrirtæki í Reykjavík sem er orðið býsna stórt fyrirtæki í dag, seldi þann hlut og já, byrjaði á Iceland Unlimited. En í hverju felst það að auðvelda aðgengið? Það getur falist í því að byggja bara ramp upp á þröskuldi, breytingu á húsnæði þannig að þú veist, fatlaðir geti notað salerni og slíkt. Þetta þarf ekki oft að kosta 100.000 en litla breytingar geta skipt miklu máli. Hvernig ferðir eru þá að bjóða upp á aðalega? Ég er að bjóða upp á alls konar ferðir. Upphaflega hugmyndin var nú að vera með ferðaþjónustu fyrir fatlaða Ísland en svo þróaðist þetta einhvern veginn út í það að verða bara almenn ferðaþjónusta og það sem við erum helst að bjóða upp á eru svokallaðar self-drive ferðir kringum Ísland. Þá setjum við upp dagskrá, leigjum bílinn, bókum gistinguna, bókum aðþreyinguna, sækjum fólk út af völl, skutlum við þegar það fer þannig að þetta á að vera svona á vondri íslensku svona worry-free vacation þannig að þú bara geta komið og það er bara séð þig frá að til að. Var einhver svona sambærileg þjónusta hérna á Íslandi áður en að þetta fyrirtæki byrjaði? Já, það var sem sagt þetta fyrirtæki sem ég átti hlut í, þeir voru og eru enn að gera mjög svipaða hluti. Eins og segi, ég ætlaði svona að taka þetta ekki aðeins aðra átt, vera með svona sérhæfðari þjónustu fyrir fólk í hjólastólum en svona eftir á hyggja var kannski ekki alveg undir það búin á þessum tíma. Vantaði bara mannskap og fjármagn til þess að geta svona komið þeirri hugmynd betur í framkvæmd. Nú eigum við bíl og við erum búin að breyta honum þannig að hann er svona semi-aðgengilegur fyrir fólk í hjólastólum og erum svona kannski betur í stakk búin til þess að fylgja eftir þessari upprunalegu hugmynd og erum að gera það núna. Finnum fyrir mikilli aukningu á til dæmis bara fólk sem er að koma úr skemmtiferðaskipunum. Það er að leita svolítið til okkar. En síðan erum við líka búin að koma því til leiðar að fatlaðir geta núna leigt sér bíl á Íslandi. Þess bílaleigur voru ekki áður en við byrjuðum að bjóða upp á þennan svokallaða hand controls búnað sem er þá bara svona stöng tengdu bensíki og bremsu og gerir mér til dæmis kleift að keyra bílinn minn. Hvað finnst Jóni heilt yfir aðgengi fyrir fatlaða á ferðamannastöðum á Íslandi? Mér finnst að vera alltaf að batna. Ísland er svona, það er stórskorið land og það er erfitt yfirferðar bara fyrir hinn almenna ferðamann sem getur farið á 2 jafnfljótum þannig að það svona liggur í hlutarnir sæðilega svolítið margar hindranir sem að mæta manni þegar maður er komin í hjólastól en það er alltaf að batna og fólk sem við erum í viðskipti við, hótel og afþreyingaraðilar, þau eru alltaf að vera meðvitaðir þetta og svo er náttúrulega sérst mikil uppbygging í hótelbransanum þannig að nýbyggingar taka þetta mjög vel til greina þannig að það er að batna en það er auðvitað langur vegur að það sé fullkomið og verður það örugglega aldrei en svona, það er alltaf réttri leið. En svona í ljósi umræðunum svona aukið öryggi ferðamanna á Íslandi, hvað finnst þér að þurfa að bæta í þeim málum? Er eitthvað svona sérstakt? Já, mér finnst ég hef nú sagt það opinberlega áður að mér finnst stjórnvöld hafa sofið ótrúlega á verðinum hvað þetta varðar. Það er búið að vera 20–30% aukning á komum fjölda ferðamanna ár eftir ár, bara núna síðustu 5–6 ár allavega. Og það er eins og núna fyrst séu stjórnvöld að vakna og til umhugsunar það að, það er að koma 1700.000 manns að það kannski gera eitthvað við infrastruktúrin okkar, þannig að hann geti mætt þessu, tekið á móti þessu fjölda. En svona heilt yfir, hvernig finnst þér aðgengi fyrir fatlaða að vera hérna á Akureyri?
ekki alveg nóg gott, en mér finnst líka oft eins og ég sagði í byrjun sko, þá þetta svo litla breytingar sem þarf að gera til þess að húsnæði verði aðgengileg. Ég veit ekki hvort ég var að taka eitthvað eitt fyrirtæki út úr sérstaklega. Mér finnst leiðilegt að geta ekki farið á mjög vinsælan pub hérna í bænum til dæmis á þess að þurfa að fá aðstoð að komast þar inn. Mér finnst það svona, það er svolítið lítillækandi sko. Það geta ekki bara rent sér inn og verið komin inn eins og allir aðrir. Þurfa alltaf að veifa eftir aðstoð. Mér finnst það mjög leiðilegt sko. En eins og ég segi, ég vil hvetja fólk bara til þess að huga að, sem í svona rekstri sko, að huga að þessu. Bjóða upp aðgengi fyrir alla. Það kostar ekki oft mikið að gera breytingar. Er fólk ekki að vakna svona aðeins við þessa umræður sem er búin að vera allavega? Jú, ég vona það, en betur má duga skal.